Sælt eru fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú, það rignir hérna örlítið, ég er staddur austur á Jökuldal. Þetta er gamli skólinn á Skjöldástöðum sem er hérna fyrir aftan mig. Nú, sennilega hefur Hákon Aðarsteinsson einhvern sinni verið nemandi hérna í þessum skóla. Í það minnst er hér vísa eftir Hákon, auglýsing af Jökuldal. Auglýst skal núna í örfáum línum, alls konar heillandi matarval, almennis freista með afurðum sínum, ákveðnir bændur á Jökuldal. Nú, það er ekki bara verið að halda upp á það í dag að það er búið að stækka hótelið hérna nánast helming, það bætast við það bili 10 herbyggi, stór og rúmgóð með baði, hvað þó öðru. En ég spurði nú hótelstjórann fyrst, hvernig honum hafi dottið í hug að fara að stækka við sig hótelið. Það er sennilega elliglöp. Nei, það er aukning í ferðamennskunni og það vantaði hérna á staðinn herbyggi með baði og svona reynað eða leitast við að bæta þjónustuna við þá sem að koma hér og gista. Þið finnið fyrir því á Jökuldalnum líka að það sé aukning í ferðamannastraumnum? Já. Það er orðið líka bara alltaf árið sem að er fólk á ferðinni og ég bý nú hérna við Mörðarsörefi eða fjallveginn hérna milli Austur- og Norðurlands sem að vill loka teppast og þá er nauðsynlegt að það sé til staðar gisting sem að hægt er að bjóða fólki upp á. Samhliða vígsluhátíðinni á hótelinu var afmælishátíð á Skjöldástöðum þetta kvöld, haldið til heiðurs Hákoni Aðarsteinssyni frá Vaðbrekku sem hefði orðið áttræður þennan dag, 13. júlí. Hann lést 7. mars árið 2009. Hákon var landskunnur hægirðingur og því vel við hæfi að minnast hans með hægirðingakvöldi sem Ragnar Ingi bróðir hans stjórnaði. Hákon átti þetta skilið af okkur öllum og hann var svona ákveðinn, það er stundum kallað nestor í þessum fræðum, sko. Hann gekk svolítið fram fyrir skjöldu að sko á þeim tíma sem að hann er að svona verða þekktur sem hægirðingur, þá var búið að ýta hefðbundna ljóðin út á borðinu og menn voru búin sko margir hverjir að svona dæma það úr leik og sýndu því fyrirlitningu en það voru svona menn eins og Hákon sem að gengu fram fyrir skjöldu og breyttu þessu viðhorfum. Þeir gengu bara fram í þessu og gerðu þetta svo vel og fólki fannst svo gaman, auðvitað dó hefðbundarljóði aldrei. Það var mikill misskilningur. Þórarinn Eldjárn hefur bent á það að hann segir að ljóðið hafa aldrei dáið, heldur verið kviksett og svo bara vaknaði aftur og það er ekki síst mönnum eins og Hákon að þakka. Þegar eitthvað heyrði hann hlálegt eða skrítið, þættist jafnan ferskeytlan fyrir hafna lítið. Ef hann gæti okkur séð og ætti lífsins klárin, hálnaður væri Hákon með 160 árin. Engu konni ofgerði eða bragða neitti, hagmælskunnar högsverði hæversklega beitti. Í fjöldanum af flestum bar, fáaður og glaður, þó í innsta eðli var ekta sveita maður. Hefðbundarljóðið er hluti af tungumálinu og maður átt að sjá því. Þetta er hluti af tungumálinu. Þegar ég var að alast upp, þá voru sko tilvitnanir í skáldin. Þetta var hluti af því tungumáli sem var talað heiminn. Og það var vitnað í, sko, með vitnuð alltaf í góðar vísur til þess að skýra mál sitt. Góðar vísur, það er ganga í endurnýjun lífdaga og það týnast ekki með við tölum þetta mál. Geturðu snara fram vísu sem þú kannt eftir Hákon sem þú telur að eigi eftir að lifa? Já, margar, sko. Það er svo margar, sko. Ég
fer stundum með vísu eftir hann sem að mér hugleikin og þykir svolítið vænt þá var að það gerðist hér upp á Jökuldal, hann var konungur sko. Það verið bara stutt eftir fermingur sem hann var staddur á bæ hér á Jökuldalum og þar voru menn að fá sér í glas og voru komnir í kútín aðeins og þar á meðal var pósturinn, hann var staddur þarna, hafði nú kannski verið tilefni til þess að gleðskapurinn var haldinn, póstur var kominn og það hefði náttúrulega að taka á móti gestum og viðeigandi hátt og þeir voru eitthvað að sproksetja Hákon. Hann var þarna ungur og reyndur og þeir voru sendt honum tóninn eitthvað og hann reiddist við þá eitthvað og var ósáttur við þetta og svo var þetta nú ekki rétt meira en morguninn þá fannst miði á eldhúsborðinu og þar var þessi vísa. Póstur, hann drekkur, þvælir og þvargar, þar til hann veit ekki meir. Þá dansar hann, syngur, æpir og argar, ælir, stynur og deyr. Þeir Hægirðingar sem stígu á stokk með Ragnari á þessari afmælishátíð á Skjöldólfsstöðum voru Jóhannes Sigfússon, Andrés Björnsson, Þorsteinn Bergsson og Kristján Magnússon sem að hætti konna gerði lítið með það sem stjórnandinn lagði til. Það var nefnilega þannig að þegar Hákon var á svona Hægirðingakvöldum að ef honum fannst yrkisefnið vitlaust þá orti hann alls ekki það, heldur eitthvað annað. Og þess vegna ætla ég að gera það líka. Og ég man eftir því að hafa heyrt vísu eftir Hákon sem að var jafnaldra hans neðan nafla sem hann kallaði Næturgalan. En ef að menn eru á annað borð í einhverjum fuglasamanburði, þá finnst mér fleiri fuglar koma til greina og meðal annars einn sem held ég útdauður og það á kannski vel við í þessu tilfelli. Ég sá nefnilega Jóa vera hér í Kvennafans áðan, niðri, og datt á þetta í hug. Kappinn hér í Kvennafans, kjaftagleiður hringlar, kraftlaust samt í klyftum hans keldusvínið dinglar. Já, að ég verði ekki að byrja á því að svara aðeins fyrir keldusvínið sem að Kristján eignaði mér. Og hef það þá svona: engri konu vonir vekur, vöknar bara kinn, þegar Kristján þæfa tekur þúfu titlingin. Mér datt í hug vísa eftir Hákon sem að svona, ég mun orti eitthvað tíman á efri árum, kannist kannski við. Fyrr var hann fullur af kjarna, faðir allmargra barna, en nú hann hættur að harðna helvítisbeini að tarna. Já, það Hægirðingum gjarnt að fara á tæpasta vað í siðferðinu, en fyrir það bil aldarfjórðungi hitti ég Hákon og fleiri Austfirðinga máli og velti upp þeirri spurningu hvort Austfirðingar hafi sérstöðu, hvort verið gæti að nútíma stress hafi ekki heltekið þá eins og aðra landsmenn. Í þessu sambandi bárust böndin fljótt að jökuldælingum. Jú, það getur nú verið, þannig kannski frekar svona upp til einsveit hana. Og jökuldælingar ekki mikið stressaðir. Mér fannst það þegar ég flutti hingað austur fyrir 13-14 árum síðan, þá fannst mér geta séð að fólki hvaðan það var. Jökuldælingar höfðu sinn karakter og skriðdælingar annan og fljósdælingar enn einn
Borgfirðingar. Og á Jökuldal komu heimsborgarar, sko. Og einu sinni var nú sagt að þeir gæfu ekki úr í fermingargjöf, þetta dagatöl. Það kann nú vera eitthvað vitleysa bara. Þeir hafa annan sans fyrir tímanum. Þeim líður ágætlega með það. Ég nú fæddur sjálfur barinn þarna á Jökuldalum og þegar að fram eftir allir æfi þá hélt ég allir ætti að vera svona. En eftir því sem ég kynntist náttúrulega fólki víðar að á landinu og jafnvel ellendis, þá fór ég alltaf að taka betur og betur eftir því að jökuldælingar eru svolítið sérstakir, jú. Það ekki hægt að neita því. Þeir fylgja lítið þessu fordæmi annara að laða sig að breyttum tímum. Þeir gera það jú ef þeim dettur í hug sjálfum, en þeir láta ekkert utanaðkomandi hafa áhrif á sig í þá átt. Þeir geta mjög vel aðlaga sig allri þeirri menningu sem að til hér á Íslandi og víðar í heiminum ef þeim dettur í hug. En ef þeim dettur ekki í hug, og ef þeir ætla sér ekki að gera það, þá gera þeir einfaldlega ekki. Þá nota þeir sína gömlu menningu meðan hún endist og jafnvel miklu lengur. Tímaskyn náttúrulega hafa þeir nú eitthvað, en stresslausir held ég séu alveg. Það einstökum maður þar sem fer líka eftir klukkunni, ekki bara til dagatalinu. En það var á tímabili þar sem það var bara látið nægja að fara til dagatalinu. Samanber það þegar einn var búinn að fá sér vinnu hér austur á Ístöðum, ekki í Fellabænum sem nú og þar var vinnuveitandi hans, hann var með svona nokkurs konar kaffiteríu sem gestir komu og þótti sjálfsagt að fara í kaffi þar í hversin sem einhver gekk þar og það kom margir þarna. Svo einu sinni var orðið kaffilust og þá biður hann jökuldæninginn að stjótast nú inn í verslunarfélagi sem var östut þarna frá og ná í 2-3 kaffipakka. Já, það var mjög auðsótt mál, nema jökuldæningunum fer og kemur ekkert aftur. Og það mun hafa verið 3,5 mánuði seinna sem að hann snarast þarna inn með 1 kaffipakka og segir, já, það fékkst ekki nema 1. Það fyrsta sem ég man eftir flámælið, hvað mér fannst þetta stórkostlegt. Heyrðu þegar venur, sögðu gömlu kallarnir við mann og maður féll alveg til hans. Það svolítið gaman að því að það var mikið á sögum með mig hérna. Einhvern tíma var ég staddur hér út í Jökulsárhlíð. Ég var ekki bónda í Hlíðarhúsum, með háaldraðan maður. Stór maður og mikill og sterkur hefur verið afburða maður ábyggilega svona til krafta í eina tíð. Ég var vel fullorðinn. Ég var þarna í sjúkravitjum á sjúkrabíl og var festið með þarna í vondu veðri og þurfti að dveljast hjá Eiríki og hans frú nokkuð lengi. Og voru eitthvað býsnast yfir veðurlaginn í hlíðinni. Þetta var vita snarvittlust veður þarna. Meðan maður mokaði upp annan endan á sjúkrabílnum þá var hinn í kaf, sko. Það var svona rétt eins og hjá Munkhausen í Galanda. Og ég fer eitthvað að bera mig upp við Eirík. Þetta sé bara ekki búandi á svona stað. Og Eiríki fannst þetta nú ekki mikið. Hann sagði mér að fyrir nokkrum árum það hefði nú rakstrarvélin fókið inn á 300 metra niður á veg. Árið þar á undan þá fauk nú fólksvagnin og nokkra veltur. Einhver sumari hvarf allt heyið út í veður og vind. Og flutningabíl það nú eftir á hliðina þarna skammt frá og þetta var allt heilmikið. En þetta nú ekki mekið eina minn, sagði hann svo. Þú hefðir átt að vera hérna þegar vonda veðrið var. Það var svo kvarskari segja þér að það fök upp á mér augnlokin. En aftur til hagræðingamótsins á Skjöldólfsstöðum, þar var meðal annars varpa fram þeirri spurningu hvort búast megi við byltingu með valdatöku Pírata eftir næstu kosningar. Þó Píratar blöffi og blekki og bregði á alls konar þekki, þá það þó víst sem væntamenn síst að versnað getur ekki. Birgitta besta skinn í bleikum jakka, heldur víst að heimurinn sé henni að þakka. Ef að ég að kostum kem og hvað má skerpa, hún eins og hæna sem hætt að verpa. Ég vildi bara segja þetta, engin bylting á sér stað sem álits veldur stórum hnekki. Ég frábið mér að fjalla það sem flestir veit það gerist ekki.
Píratar eru eins og menn vita sjóræningjar og það sem ég orti þetta einhvern veginn svona. Mig hrollur fer í fyrstu, fyrir mér get ég einatt séð 15 menn upp á dauðsmannskistu, hæ hæ hó og romflösku með. Upp þeir skera í einni ristu, almanna sjóð og hirða féð, 15 menn upp á dauðsmannskistu, hæ hæ hó og romflaska með. Flokkarnir sem fylgið mistu fá að ganga plankatréð, 15 menn upp á dauðsmannskistu, hæ hæ hó og romflaska með. Við kjörtímabils útmörk istu, í okkur fáir taka við, 15 menn upp á dauðsmannskistu, hæ hæ hó og romflaska með. Nú ekki gátu Hagyrðingar heldur látið hjá líða að fjalla mýið sem kennt við lús. Ég bjó nú til eina limru þetta með lúsmýið og lenti eins og stundum í vandræði með síðustu línuna og varð að finna þar eitthvað til þess að segja þetta og ég ætla að skýra það svo eftir. Limran svona: lúsmýja bit vill oss brenna og bætir víst lítið að renna, en eitt veit ég þó sem alveg nóg, þetta Framsóknarflokknum að kenna. Úr hjörðum kölska talsvert týnist, tapar sínum heimareit, þetta eitthvað að mér sýnist, úrkynja úr Mývatnssveit. Mikinn fólk í kjós nú kveinar, komið þangað óþekkt fluga, borðar ekki blöð og greinar en blóð úr fólki lætur duga. Hún festi sig á beru baki, blóðsugan, það fréttin sagði, nær á fólki trausta taki og tæmir það á augabragði. Ég held að það sé litlu logið að lítist mönnum ekki á vandan, því fólk þarna saman sogið með sóbletti til flugfjanda. Nú, Framsóknarflokkurinn fékk líka á baukinn á Hagyrðingakvöldinu en ekki endilega vegna þess að hann ætti það skilið að mati Ragnars Inga, heldur vegna þess að nafn flokksins væri svo stuðlaríkt. Eins og ég gerði einu sinni limru, þá áttum við að á Hagyrðingamóti stjórnandinn var að því að vera komin heimsendir, þið vitið það var kreppa og hlýnun, loftslagshlýnun og allt þetta og þetta var bara að vera búið. Og ég náttúrulega sem sérstaklega jákvæð maður sá strax jákvæða hlið á heimsendi. Þegar jörðin í sæginu sokkin og sólin af standinum rokkin, það þó leið, þungbær en greið til að losna við Framsóknarflokkinn. Svo fjölluðu Hagyrðingar einnig títt nefndar þjóðaratkvæðisgreiðslur. Að kjósa verður þjóðin þá það sem á að kjósum. Síðan kjósa aftur á það sem að kjósa má og endanlega allir sjá að engin maður vildi fá og aldrei vildi kjósum. Nú, Ragnar varpaði einnig fram þeirri spurningu hvort skynsamlegt gæti verið fyrir Íslendinga að ganga í bandalag Evrópuríkja. Þú mátt aldrei selja það frelsi til fjár, þar fólginn sá styrkur sem hefur til dáða og herðir þann mann sem hugsandi og virkur og kvíðir því ekki að klára sitt verk þó komið sé myrkur. Í það að ganga í lagi, áhyggjur hefur varla nokkur, því alltaf getur Gunnar Bragi gengið úr því fyrir okkur. Svona vort tungumál gamla göfugt, það gengur í svefninum höfugt. Ef já þýðir nei, þá mun nei þýða já, þá neitunin játning og öfugt. Hákon Aðalsteinsson ólst upp á Jökuldalum en tíma var hann skógarbóndi á Húsum í Fljótsdal. Hann sá þó fyrir sér að þarna var ekki skjóttekinn gróði, eins og fram kom á Hagyrðingakvöldi í Deiglunni forðum. Já, það þarf kjarkmenn til að fara í þetta því að harðurinn kemur ekki fyrir eftir 20 ár í fyrsta lagi. Hins vegar þessi 20 ár, þau eru reynd hattrætti líka. Því að
hreindýrin koma, maður setur niður plönturnar, svona plöntur, svo koma hreindýrin og éta þeir, alveg niður. Og þá eru það búin að vera og þá plantar maður aftur á sama hólinn, svo koma hreindýrin aftur og éta þeir. Þannig að eftir 20, þeir sem eru heppnir, þeir fá arð eftir 20 ár. En þetta er göfugt að klæða landið, það lærði ég strax í æsku og kann það enn. Þannig að ég samdi nokkurs konar baráttu-ljóð fyrir sjálfan mig. Og þegar hreindýrin er búin að éta allt upp, þá sest ég og kveð. Áfram skal ótrauður halda elja mín seintferður metin, þó árleg afköst og tekjur upp verði slitin og étin. Það er göfugt að græða landið og gleyma daglegu brauði, ganga svangur til sængur og safna ekki miklu auði. Það er göfugt að vera góður og geyma ekki digra sjóði, bera sitt ok með brosi og bölva aðeins í hljóði, ætíð auðmjúkur standa undir lífsbyrðri þungri, dásama dagsins annir og deyja sáttur úr hungri. Það er nú rétt liðinn konudagur, svo ég spurði þá að því, keyptir þú blómbönd og brasaðir steik á blessaðan konudaginn? Jú, ég vil nú játa þessu, svo fekk hún í kaupbæti í slitrótans leik, við slíkt er ég þó nokkuð lagi. Birgir beindi þeirri spurningu til hagyrðinganna hvort verið gæti að þeir bæru einhverja leynda galla, hvort þá skorti hugsanlega einhverja hæfileika. Eftir heilabrot fann ég þann fyrsta, hæfileika sem vantaði mér, eftir heilabrot fann ég þann fyrsta og fannst ekki þurfa meira. En þá kom frúin með langan lista og lofaði mér að heyra, allan að fjölda mun erfitt að kynna. Ég ekki mun reyna það hér. Ég skil ekki hvernig hún fór að finna feilsmíði drottins á mér. Það eru hjónin Ólafía Sigmarsdóttir og Aðalsteinn Jónsson, fyrrum bændur á Klausturseli, sem reka gistihúsið á Skjöldarstöðum, en þar er Ólafía einnig með handverksstofu sem opin er gestum og gangandi. Nú Aðalsteinn er systursonur Hákons og Ragnars Inga og hagyrðingarnir gátu ekki setið á sér að skjóta aðeins á Aðalsteinn. Hér skóli var í fyrstu forðum tíð. Það frétti ég að væri engin lygi til að vitka vafa saman líð og var svo aðgerð mest á tilraunastigi. Svo hætti skóli og hér í pössun fór hávært lið sem drekkur bjór og krana. Þessi breyting þótti ekki stór og þurfti varla að skipta kennarana. En heldur betur húsi nýtist enn. Því hreindýrin og landin tóku völdin, með brosi alli býrum ferðamenn og baðar þá í sundlaugin á kvöldin. Núna víst húsið hýsa má, hótel og snotra sveitakrá, þá fylgir og sundlaug sjálmi. Truflar þó ögn að víst mun vert vara samur ef kvennholt bert fær litið á laugarbarmi. Ég ætla ekki að eyðileggja þessa sögu, mér finnst hún ég bara fá að njóta sín eins og hún kom fram þarna. Ætla ekki að breyta henni. Í þessum bransa þannig stundum fer, hann þarf að landi hefðarfrúr að draga, en Björgun svona bara svipuð er og að baða rollurnar í gamla daga. Ég hef upplifað margt mína daga, meira en flestir á langri ævi. Efalaust verður mín ævisaga ekki talin við barna hæfi. En heillandi tími er horfin og liðinn, hausinn er fullur af bönnuðum myndum. Fótspor mín liggja landið og miðin, leiðin er vörðuð af alls konar syndum. Syndin þykir víst fáum fögur, fjölmargt hana rætt og skrifað. Þetta er eflaust sannar sögur en syndlaus gæti ég hreint ekki lifað. Flest hef ég valið og fáu hafnað, fjölbreytt er orðið í sálarmálnum, en lengst af hef ég syndum safnað, svona eru margir af Jökuldalnum. Kvöldið leið við kvæði og söng. Kátt var hér í salnum, nótt er víðast nógu löng nema á Jökuldalnum.
Ég ætla að þakka hagyrðingum kærlega fyrir góða frammistöðu. Ég ætla að enda á þessari vísu ljóðastormur harður hvín í hugans öldur óti, hann krummi hundur svín á hagyrðingamóti.